Verið velkomin á þennan föstudagsfund hérna. Það hún Lydía sem ætlar að tala við okkur tengslakerfið hjá börnum. Takk fyrir. Góðan daginn, ég heiti Lydía og hérna læknir í BUG-teyminu hérna niðri, byrjaði í september og bara að fá mín sérfræðiréttindi í fullorðinsgeðlækningum og barna- og unglingageðlækningum. Ég bara hérna í 100% stöðu hjá BUG-teyminu og ætla að tala tengslakerfi í dag sem eitt af því sem við metum svona eitt af mörgu sem við metum. Við erum að skoða svona hérna líðan og hegðun barna. Og svolítið gaman að setja þetta upp svona að að við erum kannski vön þessu blóðþrýstingsmælingum, hitamælingum, blóðprufum. Það ýmis kerfi í líkamanum sem þurfa að vinna saman og vera í jafnvægi svo við fungerum almennt líkamlega. Og svona stýrikerfi. En þau kerfi sem við kannski ræðum minna eða eru minna meðvituð en eru alveg lífsnauðsynleg eru þessi behavioral systems. Og það það sem til dæmis tengslakenningin byggir á. Að við erum öll fædd með þessi mismunandi hegðunarkerfi. Og það attachment system eða tengslakerfið eitt af þeim kerfum. Svo exploration system eitt af þeim kerfum. Það bara maður fyrir aðeins út í heiminn og kannar umhverfið og svo affiliation system og þá svona þegar maður að spjalla við aðra og eignast félaga og svona allt þarf þetta að vera líka í jafnvægi. Þannig að attachment-kerfið eða tengslakerfið þarf að vera rólegt, þarf að vera öruggt svo maður leyfi athyglina að fara annað. Og sérstaklega hjá ungabörnum. Og það gildir svo sem út lífið. Og þetta svona upphafsmaðurinn að tengslakenningunni, attachment theory. Og þetta læknirinn John Bowlby. Já. En nokkur tæknisnillingur sem getur hækkað myndina? Hækkað myndina? Er það þá bara projektorinn? Sjáu þið ekki? Það fastur. Sjá stífla neðri. Parturinn, já. Að hann var fenginn af hú bara til þess að meta hvað skiptir máli að maternal care og þetta var eftir seinni heimsstyrjöldina og hvað áhrif hefur það á börnin að vera tekin af heimilinu og verið sett í umönnun annarra og svona. Þannig að hann skoðaði þetta mjög vel og líka hjá afbrotaunglingum. Tók eftir því að oft voru fyrstu árin mjög svona mikil vanræksla og mikil upplausn og lítil tengsl við foreldra eða fjölskyldu. Og þá þetta svona groundbreaking grein hans, The Nature of the Child's Tie to His Mother. Og þarna náttúrulega alltaf talað mother þarna, en þetta alltaf bara caregiver, sá sem að sér prímært barnið. Svo getur það verið með fleiri tengslaaðila en það alltaf svona kannski 1-2 aðal. Og þetta sem sagt, þetta bara í hnotskurn hlutverk tengslakerfisins. Það að slökkva ótta. Og það alveg kjarninn í því. Og ótti unga barns getur verið bara að það svangt eða að því bara líður eitthvað aðeins þann blauta bleiu eða það lætur þá vita. Og tilgangurinn að halda umönnunaraðalanum nógu nálægt svo að sé séð allar helstu þarfir. Þannig að það tengslahegðun að þá gráta eða láta einhvern veginn vita og tengslahegðun breytist eftir aldri. Svo getur maður bara að fara að kalla á mamma eða pappa eða rétt út hendurnar eða hlaupi til þeirra eða eitthvað svona. Þannig að það þessi tengslahegðun sem að vera svo sýnileg í ákveðnum rannsóknaraðstæðum sem að þá sé maður hvernig tengslakerfi virkar.
Og barnið lagar sig alltaf að því hvað foreldri þolir, af því að það verður að hafa foreldri nálægt. Þau eru mjög snögg að uppgötva það hvað foreldri þolir og til þess að það sé nóg nálægt. Og sem sagt, þá slokknar á tengslakerfinu og verða rólegt þegar búið að róa barnið. Og það sem að svona tengslaraskanir ganga út á, það er að barnið nánast stöðugt í þessum ótta. Í bara, marga mánuði, ár. Það menn þau náttúrulega oft að gráta og láta vita, en það er alltaf þetta reparation. Það kemur einhver og lagar. Og þó að barnið sé í ótta í ákveðinn tíma, svo það lagað, þá er það allt í lagi. Og það er bara að það er í stöðugum ótta í langan tíma. Eða það sé svona aðal ástand þess, eða svona, Og það bara aðeins að sýna hérna, þetta er mjög fræg svona tilraun sem heitir The Still Face Experiment og hefur verið gerð náttúrulega á 20.000 barna, mismunandi samfélagum, mismunandi löndum og þetta kemur alltaf eins út. Og hún er sem sagt hönnuð af þessum Edward Tronick og hann segir hérna bara svona örstutt frá henni og svo svona sýnd. Og þarna er verið að sýna hvað barnið reiðir sig mikið á tengslin. Bara þau fá þarna móður og barn inn í rannsóknaraðstæður og biðja þau bara fyrst að vera í eðlilegum samskiptum. En svo biðja móðurinn að snúa sér við frá barninu og svo að barninu og vera þá alveg með frosið andlit. Þá sér maður hvernig barnið bregst við. Og þá er einmitt svona pælingin að þannig búið að rjúfa samskiptin og tengslakerfið fyrir í gang. Og það búið að, sjá hérna. Babies, this. Spilum við það. Þú bara segja mér ef þið heyrið ekki, setja bara í gang. Babies this young are extremely responsive to the emotions and the reactivity and the social interaction that they get from the world around them. This is something that we started studying 30, 40 years ago, when people didn't think that infants could engage in social interaction. In the still face experiment, what the mother did was she sits down and she's playing with her baby who's about a year of age. I'm like a girl. Oh. And she gives a greeting to the baby gives a greeting back to her. This baby starts pointing at different places in the world, and the mother's trying to engage her and play with her. They're working to coordinate their emotions and their intentions, what they want to do in the world. And that's really what the baby is used to. And then we ask the mother to not respond to the baby. The baby very quickly picks up on this. And then she uses all of her abilities to try and get the mother back. She smiles at the mother. She points because she's used to the mother looking where she points. The baby puts both hands up in front of her and says, "What's happening here?" She makes that screechy sound at the mother, like, "Come on, why aren't we doing this?" Even in this 2 minutes, when they don't get the normal reaction, they react with negative emotions, they turn away, they feel the stress of it. They actually may lose control of their posture because of the stress that they're experiencing. Okay. I'm here. And what do you do? Oh, yes. Oh, girl. It's a little like the good, the bad, and the ugly. The good is that normal stuff
that goes on, that we all do with our kids. The bad is when something bad happens, but the infant can overcome it. After all, when you stop the still face, the mother and the baby start to play again. The ugly is when you don't give the child any chance to get back to the good. There's no reparation, and they're stuck in that really ugly situation. Þannig að koma svona aðeins inn á þetta með þessu, já, the good, the bad and the ugly, auðvitað, sko, vera börn oft svona og það er þetta, hann laga þetta, hún strax að laga það, bara leið og hún gefur tengslinn aftur og þá allt í góðu strax. Og en það er ekki öll börn sem fá þetta og eru fast í þessum aðstæðum í lengri tíma. Og eins og ég nefndi áðan að þá það að þegar tengslakerfið er rólegt, þegar maður er rólegur, öruggur, þá opnast heimurinn. Þá getur maður farið að rannsaka, explora umhverfið og hafa áhuga á hlutum og af því að maður er rólegur, þetta er allt í lagi. Og maður þarfir með mætt og maður upplifir að tala felt security, maður upplifir öryggi. Og það er náttúrulega gríðarlega mikilvægt í þroska barna að þau getur svo bara fara að takast á við sín þroskaverkefni alveg róleg, sko. Þetta eru, sem sagt, þessi tengslamynstur sem maður sér svo í rannsóknaraðstæðum sem ég ætla að sýna ykkur á eftir. Þannig að maður sér alveg ákveðna hegðun hjá barninu eftir því hvernig tengslunum er háttað. Og það er þannig að bara í populásjóninni að þá eru 60% barna í öruggum tengslum og það eru svona 25-30 óöruggum og svo eru 10-15 í disorganized og það er það sem er mjög slæmt. Þá er ekkert kerfi í tengslunum. Það vita alveg ekki neitt og þau eru í stöðugu stressástandi. Það hefur bara verið mælt með hjartslætti og kortisol og fleiri. Þau eru í stöðugu stressástandi. Þannig að þetta varð svolítið til þess að það svona festist í sessi. Maður gat mælt hvernig tengslin voru, maður gat svona metið þau og svo kom með ákveðna aðferði kannski til að styrkja þau og laga og svona og bæta og sem náttúrulega það sem það snýst um. Og aðstæðurnar sem þetta er mælt í, þá kom inn þarna kollegi Bálby sem hét Mary Ainsworth og hún hafi verið þarna mörg ár í Uganda og verið að fylgjast með mæðrum þar og og í fleiri löndum Afríku og séð að það var, sá ákveðin munstur og hún var svona observation, svona behavioristi og var að svona spekulera í ákveðnum munstrum og bjó til rannsóknaraðstæður sem hétu The Strange Situation, heita The Strange Situation. Og ástæðan fyrir nafninu er að þetta eru framandi aðstæður fyrir barninu. Það var að kveikja tengslakerfið. Þetta er nýtt umhverfi, þetta er nýtt herbergi, ný leikföng. Fyrst er mamma og pabbi með, en svo fara þau út og það kemur ókunnugur inn. Og þá veit maður að tengslakerfið virkjast. Þegar þetta er gert þegar 1 árs eða 18 mánaða. Og þarna verður þessi hegðun mjög sýnileg. Þarna er hægt að sjá hvort þau eru örugg, óörugg eða svona disorganized. Og þetta er bara örstutt skýring á þessari rannsóknaraðferð. Og þetta er allt mjög staðlað, það er allt leikföngin, þetta er allt tímamælt, hvað á ókunni að vera lengi inni, hvenær fyrir mamma út, hvað á mamma að gera, þetta er allt mjög strúkturað. Og þetta er líka eins í öllum löndum og samfélögum, hvernig börnin bregðast við eftir því hvernig tengslunum er háttað. Og þá sérstaklega að skoða hvernig bregst barnið við þegar mamma fer út og ennþá meira hvernig þegar hún kemur inn.
Því að tengslakerfið róar. Þannig að ef að það eru örugg tengsl þá ætti barnið að róast frekar fljótt. Og en svo þessi óöruggu tengsl, það þessi avoidant tengsl og þá kannski bregst barnið ekkert við þegar mamma kemur, það er bara að leggja sér rólegt og bregst varla við þegar hún fer. En stundum gera það líka, en það er aðalega þetta að það bregst ekki við þegar mamma kemur. Og svo þessi ambivalent tengsl sem svona rosalega emotionally hlaðin, þá er barnið kannski bara svolítið reitt og vill ekki og svona það verður svolítið svona struggle þegar það kemur tilbaka. Og svo þessi disorganized sem voru lengi talin örugg, þau virka svona nokkuð eðlileg, en þau að lenda, þau að dissociera, þau að fara í svona hugróf, þau svona aftengjast og þau gera svona skrýtna hluti, þau kannski bakka eða láta sér detta í gólfið eða halda fyrir augun á labbanum eða eitthvað svona, gera svona. Þannig að kerfið að alveg kollapsa í strategíunni sinni. En þetta nú bara skýring aðeins örstutt, hvernig þessir rannsóknar aðstæður. But can the essential elements of home life be translated into a standard laboratory setting for controlled scientific study? After conducting extensive observations of parents and children at home, a student of Bowlby's, Mary Ainsworth, devised such a procedure called the strange situation, which places the child under some stress. It has become the most widely used, standardized way to assess the quality of a child's attachment to their caregiver. Here the researchers are recording how 14-month-old Lisa responds in this attractive but unfamiliar setting. How will she react to a stranger? What will happen when her mother leaves the room? And when she returns? It's Lisa's behavior when her mother returns, what psychologists call the reunion, that they are particularly interested in. Most importantly is to look for the type of balance that a child strikes between an attachment need and, on the other hand, to explore the play material. Once Lisa has settled down to play, a stranger enters the room and sits in a chair reading a magazine. After a couple of minutes, the stranger attempts to interact with Lisa. Soon after, Lisbeth gets a cue to leave the room. The stranger tries to comfort Lisa, but in vain. Lisbeth comes back into the room and the camera records how Lisa reacts. Now the first part of the procedure is over, and Lisbeth settles Lisa down again. The stranger leaves them alone together. And soon after, Lisbeth goes too. Lisa is on her own. Her distress is plain to see. Once again, the efforts of the stranger to console Lisa are to no avail. But Lisbeth manages to calm her almost at once, and shortly afterwards the observation ends. Lisa showed outward signs of what's called secure attachment. Þetta voru svona örugg tengsl, svona einmitt. Það er bara fljótt að hugga hana, þannig að barnið treysti því alveg að þetta sé í lagi. Og þetta var bara sett upp í svona staðlaðar aðstæður því að hún var fyrst að reyna að gera þetta bara heima hjá fólkinu og svona skoða þetta, en það var náttúrulega svo margt annað sem truflaði. Þetta var gert svona alveg staðlað. Og þarna sér maður bara náttúrulega hegðunina hjá barninu, hvað þetta er streituvaldandi og að
þó að þessi önnur fullorðin manneskja þarna, þá hefur það ekkert að segja, sko. Það engin tengsl við þá manneskju. Og hún fer ekkert að leika sér eða allt annað missir, sko, það ekki til lengur, það bara þetta, sko. Hún bara hrædd. Og vill fá aftur, öryggið, sko. Eins og ég segði áðan, þá í þessum rannsóknaraðstæðum þá getur maður flokka tengslamynstrið og það út frá hegðun barnsins og þá það þetta, það eru örugg, óörugg eða svona disorganized. Og í, sem sagt, eins og ég segi, almennu þýði bara þá eru svona 10–14% eru disorganized og en svo bara hækkar þetta bara eftir álagsþáttum sem bara mjög svona rökrétt og skiljanlegt að þegar það komin í lágan socioeconomic status þá þetta 24% cirka bát, 80% barna í áhættuhópum, kannski þegar komin neysla og geðsjúkdómar eitthvað svona hjá foreldrum eða þeim sem sér barnið og svo það alveg 90% barna sem hafa orðið fyrir einhvers konar ofbeldi. Og það svona kannski líka einmitt gefur auga leið og það þá sérstaklega að það nákominn sem beitir ofbeldi. Að þetta fer upp í 90%. Og svo, sko, af því að þau sem disorganized ekki með neina strategíu, sem sagt. Öruggu börnin alveg strategíu, eða sem sagt þau alveg örugg, þetta alltaf eins, þau bara nokkuð örugg með það. Þeirra þörfum margt og þeirra tilfinningar eru séðar og svona og foreldrar ekki að bregðast við eigin tilfinningum, heldur við tilfinningum barnsins og þau sem eru óörugg, þau eru samt með strategíu. Þau vita kannski þau sem verða börnin sem hegða sér avoidant eru mjög róleg í þessum aðstæðum en kortisólið og hjartslátturinn alltaf fullu að þau samt vita ef þau eru alveg róleg og sýna ekki miklar tilfinningar að þá kemur mamma eða pabbi og þú veist, þannig að þetta svona cirka bát alltaf eins og þau sem verða ambivalent, að þau vita að stundum fá þau svörin og stundum ekki en þau þurfa svolítið að draga foreldrar inn í það með svona svolítið miklum tilfinningum. Þannig að allir þessir eru með strategíu, en disorganized ekki með neina strategíu. Það bara, það barnið að taka stjórnina, þannig að svona, það sést svona 3–6 ára aldurs að það barnið búið að taka stjórnina og verður annarkvort sem barnið verður controlling og það sást þetta munstur, það verður annarkvort caregiving, það verður svona umhyggjusamt, mjög sko, þetta ýkt og eða mjög svona aggressíft og niðrandi. Og þannig bara, sko, að það ekki hægt að vera í lífi sem ekki með neina strategíu eða neina mynd af heiminum eða hvernig fólk almennt. Þannig að þau taka stjórnina þarna. Og þetta heldur svolítið áfram og verður kannski, verður líka áberandi hjá sumum unglingum og svona. Og getur tekið svo alveg á sig þessa mynd sem hefur mikið verið skoðuð og við kannast örugglega við. Að það bara barnið verður foreldri og það bara tekur að sér að sjá þætti bara sem vanalega á ábyrgð foreldrisins eða fullorðinna og þetta í ósamræmi við þroska og getu barnsins og hindra því áframhaldandi eðlilegan þroska og þetta getur bara verið að barnið getur síðan systkini og hálfgerður trúnaðarvinur eða hálfgerður ígildi maka eða og séð svolítið heimilið eða bara séð mömmu eða eitthvað svona sko. Og þá náttúrulega þetta allt of erfitt verkefni fyrir barn en það þarf að taka þetta hlutverk. Það hefur verið skoðað, það eitthvað í barninu sem gerir það að sumir sem sagt mynda disorganized tengsl en aðrir ekki og þetta einmitt, hefur þetta eitthvað með skapgerð barnsins eða gen eða kyn, mismunandi framleiðsla streituhormóna og það bara þetta er bara sambandi, þetta er samspil tveggja einstaklinga og það er bara spurning hvernig matchið Það finnst ekkert svona, það ekki þannig að
þó að barn sé kannski, það náttúrulega til ákveðna skapgerðir, vilja mismunandi líka rannsakendur meina og fólk svona reaktiv. En ef foreldri getur mætt því, ef það fær stuðning í að mæta því og eitthvað svona, þá tengist það barn alveg vel eins og það sem ekki mjög reaktivt barn. Og þetta gullstandardinn hjá fullorðnum af því að við erum öll líka, við erum með okkar innri módel af því hvernig fólk almennt, hvernig fólk í nánum tengslum, hvernig að leita eftir nánd, leita eftir huggun, leita eftir stuðningi. Við erum öll með okkar mynd af heiminum út frá okkar reynslu og þetta kemur fram í þessu viðtali, adult attachment, þannig kveikt á tengslakerfi fullorðinna með því að spyrja ákveðna spurninga. Og kóðað mjög nákvæmlega hvernig þau tala það. Af því að fólk getur átt mjög erfiða æsku og ofbeldi en verið samt ágætis í öruggum tengslum. Það fer bara eftir hvernig það hefur svona integrerað heiminn, hvort þetta verður svona heildstæð mynd. En í þessu viðtali að þá verið að sem sagt kveikja tengslakerfi fullorðinna og það fer að tala mjög svona undarlegum hluti og tala þetta á ákveðinn hátt, þannig að sést að það ekki heildstæð mynd, það fer að brotna og það fer að svona dissósiera. Já. Og þetta flyst á milli kynslóða og það bara eins og náttúrulega margt annað. En það sem var áhugavert að maður tekur þetta adult attachment interview við móður áður en að barnið fætt, en ólíta móður, að þá hefur þetta alveg 75% ef að móðirin secure á þessu viðtali og ef hún með svona örugga tengsla mynd, að þá verður barnið í 75 og allt upp í 90% tilvika örugt í tengslum í þessari strange situation. Og ef hún dismissing, sem svona sama avoidant hjá barni, þá líka svona 60-70% líkur á að barnið verði þannig og svona þetta svolítið koll að kolli. Og þetta til dæmis spurningar bara sem eru á þessu adult attachment interview. Það eru 16 spurningar og nokkrar undirspurningar. Og þá verið að spyrja svona, geturðu lýst sambandið þínu við foreldra þína þegar þú varst barn eða þá sem ólið þig upp eins langt aftur og þú manst. Og fólk beðið að nefna 5 lýsingarorð sem kannski lýsir mömmunni, pappanum, afanum, ömmunni, frænkunni, bara hver það var sem ólið þig upp og þetta með alveg nokkra einstaklingar. Og það fyrir bara eftir hvernig maður skilgreinir hver ólið mig upp, hvað maður veit nefna þar. Og svo ertu beðin að útskýra, þú segir, já, mamma var rosalega kærleiksrík, það kannski eitt lýsingarorð sem þú vilt nota. Og þá beðir viðkomandi að nefna dæmi, nefndu mér, segðu mér frá einhverju sem sýnir hversu kærleiksrík hún er. Þá getur maður séð svona hvað á bak við þetta og hvernig frásögnin af því er. Og þetta hefur með málnotkun og uppbyggingu máls og alls konar svona að gera. Þetta svona sem maður kannski þekkir ekkert voðalega vel en það kemur fram í frásögninni. Það fyrir að tala hluti í þátíð, nútíð, tala látna persónur eins og það séu til, dottið út og hoppað á milli og þetta gerist án þess að viðkomandi taki eftir því og þetta algjörlega kóðað mjög nákvæmlega. Þannig að þó að fólk geti sagt, já, mamma var mjög ofbeldisfull, að þá getur viðkomandi kannski tala það bara mjög eðlilega. Það meina aðri kannski, fara að kemur svona brotin mynd og ekki í samhengi og ekki í samræmi og svona. Og það af því að tengslakerfið virkjað og þetta ekki integrerað sem heildstæð mynd, þetta ekki komið inn í uppbyggingu einstaklingsins, þannig að þetta svona vél í lausagangi eða svona, þetta truflar og getur kikkað inn hvenær sem er. Þannig að þetta var bara svona aðeins til að sýna hvað í þessu viðtali. Og þarna svona, það var alltaf verið að hugsa hverju fyrir þetta flytjast milli kynslóða og því að viðkomandi bara barn þegar þetta gerist kannski og svo á fullorðna einstaklingurinn sjálfur barn. Og en þá kom þetta að 90% barna sem hafa vorið fyrir eitthvað svona ofbeldi, þau eru með disorganized tengsl og þá var þetta hugmyndin náttúrulega ef að persóna í nærumhverfi einstaklingsins ógnandi, en á líka að vera skjól,
og þá var það rosalega erfið staða fyrir barnið. En svo kom það líka þannig að það var ekkert tráma eða eitthvað svona hjá foreldrunum. Já, það var ekki hægt að finna það, að þau voru ekki svona disorganized á þessu adult attachment interview en áttu samt disorganized börn. Og þá fór þessi Lyons Ruth að skoða það og þá kemur þetta hugtak relational trauma sem kannski einhverju hafa heyrt. Og það var svona sérflokkur á adult attachment interview sem heitir hostile helpless. Og þá sem sagt, þetta svona mekaníkin á bakvið það að þá þetta flyst á milli fyrsta kynslóð, önnur kynslóð og þriðja kynslóð og það var ekki alveg ljóst af hverju þetta barn var disorganized því að það var ekkert tráma eða það var ekkert svona óuppgert hjá þessum einstaklingi. Og en þá barnið relational trauma að flytjast þarna á milli. Það kannski að afinn verður fyrir tráma eða sem sagt amman og sem sagt getur ekki séð barnið sitt tilfinningalega eða sem einstakling og bara sjálfur eða sjálf í bara við slæmu ástandi, líður illa og uppnámi eða nær ekki að mæta barninu þegar barnið grátandi og þarf og það bara fer kannski mamma og pabbi sjálf í svo erfitt tilfinningalegt ástand að barnið verður disorganized og hann vex svo upp eða hún og þá ennþá með þetta og miðlar því áfram. Það sjálfur bara tengslin sem eru traumatísk. Og það það sem að kemur þegar að hans barn kemur þessa hegðun, erfiðu sem að kannski hægt stundum að segja að verður erfið hegðun að þá nær viðkomandi ekki að bregðast við og það verða disorganized tengsl. Þetta það sem við kallar relational trauma og var bara oft falið. Og svona skýrði þennan stóra hluta sem að sem börnin voru disorganized án þess að væri neitt í reynslu foreldrisins sem foreldri gat sagt frá. Og þá verður þetta svolítið svona, þetta fright without solution, að þegar að sá sem á að vera öryggi og skjól uppspretta óttans og þarna engin lausn. Barnið veit ekki hvað það á að gera og þarna fara börnin sem sagt, við erum öll með þessa getu að dissósíera, að aftengja okkur og krakkar eru sérstaklega góðir í því og bara það að vera með disorganized tengsl og ekkert tráma, þau dissósíera mikið þegar 19 ára, dett út, fari kvíða og dett út, bara að aftengjast sér. Og þannig að þetta eitt af því náttúrulega sem við metum og skoðum í barna- og unglingageðlækningum og að sjálfsögðu líka í fullorðins. Og það mjög relevant að þetta alveg svona svolítið kjarnafunksjón. Og þetta náttúrulega kennir börnum tilfinningastjórnun, þau sem eru í öruggum tengslum, þau stjórna betur tilfinningunum sínum, þau þola betur streitu, þola betur kvíða og vanlíðan og erfiðleika. Og þau sýna minni hegðunarerfiðleika. Þetta stundum byrja hegðunarerfiðleikar sem tengslahegðun. Ef að venjuleg tengslahegðun hefur ekki dugað, þá þarftu kannski að draga fólk meira inn og vera bara svona ekstra erfiðir eða ekstra mikið læti og eitthvað svona, þá stundum duga það. En stundum kannski bara festist það og þetta verður bara erfiðleikar og vesen og bara barnið komið hegðunar erfiðleika. Og náttúrulega örugg tengsl og tengsl almennt gefa okkur þessi innri módel. Þau gefa okkur þetta að heimurinn vinveittur eða hann óvinveittur og svona og ég get leitað eftir aðstoð, ég get leitað eftir nám, það allt í lagi og ég get leitað eftir stuðningi. Þetta lærum við allt mjög snemma. Og það ekki bara ein persóna eða tvær sem gerir það, það kannski svona kjarnapersónur, en svo lærum við þetta líka bara, þetta aldrei alveg fast í manni, þetta alltaf í vinnslu. Þannig þetta alltaf svona vinnslumódel, maður alltaf að fá nýja reynslu og svo færist þetta samband yfir á makan, þetta verður makasambandið og en þetta alltaf í vinnslu.
Þannig að þetta ekki eitthvað sem verður bara fyrstu 2 árin milli barns og mömmu og fast forever. Þetta ekki þannig. En það kannski svona rauði, það svona aðal stólpinn. Svo kynnumst við vinum og kærustum og kærustu og ömmum og öfum og allt það. En aðalmálið eru þessi fyrstu tengsl og þessi óyrtu tengsl í rauninni, af því að við náttúrulega ekki byrja að tala þarna fyrir 1 árs. 18 mánaða kannski. Eins og segi, þetta eitt af því. Þetta er áhættuþáttur fyrir ákveðnum kannski erfiðleikum. Þetta getur verið verndandi þáttur. En svo svo margt annað sem spilar inn í, en þetta bara eitt af því sem við skoðum. Svo getur þetta bara birst okkur, við ætlum ekki að sjá þetta ekki alveg, en svo getur þetta birst okkur sem ákveðin hegðun eða líðan. Þá koma þau til okkar sem kvíði eða þunglyndi eða mótþróa þrjóskuröskun eða dissósiera eða þannig að svona þetta á allt svona kannski þátt í þessu, eins og krakkar með mótþróa þrjóskuröskun, ef maður talar það, þá þessi kannski bara eiginlega hægt að tala það, en það eru ákveðin hegðun og erfiðleikar, að þá eru kannski 60% af þeim, 60 til 70, eru með óörugg tengsl. En þá eru líka alveg 30-40% sem eru bara með góð tengsl. Þannig að þetta er ekkert eitthvað beint samband, þetta er bara áhættu þáttur eða verndandi þáttur. Ef það eru vandræði með, það er erfið líðan eða eitthvað erfitt og það eru örugg tengsl, þá bara gengur betur að vinna með barnið og svona. Svo bara síðasta glæran af því að margir finnst mér hafa spurt af þessu, þessum einhverfa krakka, hvort að þeir tengjast eitthvað síður á öruggan hátt heldur en aðrir og það er ekki þannig. Það er kannski eins og ein rannsókn sýnir, það er kannski 53% einhverra barna sem eru með örugg tengsl, þannig að það er kannski 60% venjulegra barna. Og það náttúrulega gerist svo snemma, það gerist bara alveg meðan að þau eru svo hvítvóðangar. Þannig að það að einhvert barn sem er örugg tengsl, það bara hjálpar því, það bara verður færara. Það verður færara í samskiptum, það getur aðeins stjórna tilfinningunum betur og allt þetta. Þannig að mér fannst það svona eitthvað sem ég langaði að nefna. Og þá er þetta bara komið. Spurningar fyrir Lídíu? Takk hérlega. Spurningar? Já, bæ. Þú myndir minnst á þeirri kjörstofuna. Já. Hvað segir þið? Hvað kallar það? Related... Já, relational trauma. Relational trauma. Já. Það að skoða hvað mikið af þessu genetískt og hvað mikið af þessu beint sem sagt börn. Þess og afabörnin eða kynslaðin. Það er jafn hægt við þessu eins og ef þau eru farin eitthvað annað eða. Það virðist ekki vera genetík á bak við þetta. Að það hafa verið tvíburarannsóknir, þar hafa vissulega ekkert verið eitthvað rosa stórar, en þær sem hafa verið gerðar, þær sýna ekki genetísk áhrif. En það er vissulega til, eins og við vitum, já, umhverfið hefur áhrif á genin og svona það er til ákveðin verndandi gen, virðist vera. En það sem kannski krakkar, eða það er svona ein pæling, sem krakkar sem lenda í miklum erfiðleikum eru samt bara mjög resilient, sko. En það einhvern veginn er þetta, það er þetta samspil, það sem tveir koma saman, hversu gott er matchið og hversu bara gott umhverfi er til þess að takast á við þá ef að barnið er óvenju erfitt eða ef að foreldrið er veikt eða þú veist, hvernig er hægt að hjálpa með það? Góð idea. Þakka fyrir fyrirlestur. Það sem ég var alltaf að vera með einhver punktur þar sem að getur ekki gripið inn í. Og getur gripið inn í. Já. Getur breytt ferlinu. Já. Það getur breytt ferlinu því fyrir því betra, en það er alltaf hægt að hafa áhrif á tengslamynstrið. Sama hvenær fyrst og fór að fulla við. Já. Tekur langan tíma, af því að þetta er náttúrulega löng saga og þetta er orðið kannski mjög fast, þannig að því fyrir því betra en það er alltaf hægt að hafa áhrif á það.
Auðvitað var ég með sömu spurningu og Guðjón. Ég velti fyrir mér með börn sem ættleidd, maður veit ekki náttúrulega hvað hafi gerst áður. Já. Hvort það væri hægt að vinna með það og láta þau finnast þau vera örugg. Alltaf hægt að vinna með tengslin, já. Algjörlega. Já, takk fyrir það. Þetta spyrja óskaplega margar spurningar. En ef við tökum svona konkrétt dæmi sem að flestir foreldrar lenda í, þetta með tengslamyndun og hvað maður á að gera og ekki gera, það er þetta þegar börnin er að fara að sofa og hvenær á maður að venja börnin á að vera ein í herbergi og börnin gráta, jú, við verðum að venja þess að vera ein. Við getum láta bara gráta í 1 klukkutíma og svo sjáum við hvað þetta er. Þetta er mjög praktískt dæmi. Hvað segir við svona vandamáli? Já, þetta er mjög algengt. Að samkvæmt þessum kenningum ætti maður ekki að láta barnið gráta, eitt sko. Þannig að þá maður að vera hjá því og vera til staðar með því. Af því að kenningin er þá að þessi... En samt sem áður lendur í því að mörg af þessum börnum verða of háð foreldrum sínum og hvað segir það? Hvenær á maður hægt þessu? Börn ganga á lagið. Og þegar ég sé þess að dönsku þætti hvernig börnin stjórna gjörsamlega heimilinu. Þá grunnar mig að þessi börn hafi fengið að stjórna frá upphafi og stjórna endan þetta þegar þeir eru unglingar. Já. Og þarna er náttúrulega eins og þegar maður er að tala krakka sem eru 6 mánaða, 12 mánaða, 18 mánaða, þá ertu með allt annað, heldur þegar barnið kannski verið 8, 9, 10, hvað það unglingar sko. Þannig að svona eins og með svefnvanda unga barna, þetta sem hefur kannski verið svolítið ríkjandi stundum að láta þau gráta eða var ákveðin tímabili. Það er algjörlega á skjön við þessar kenningar af því að barnið er ekki komið með neitt konsept frekju eða að fá þetta eða þetta, það er bara hrætt sko. Og þannig að þá vill maður að foreldrið sig hjá því. En hins vegar að þá er það náttúrulega svo að eins og einmitt ákveðin erfið hegðun getur ferst í sessi og það maður átt að sjá því einmitt hver er tilgangur hegðunarinnar og þá þarf náttúrulega að stoppa einmitt sömu hegðun af því að hún er farin að vera stjórnandi og þannig að það snýst að átta að sjá því hvað er í gangi. Stoppa sumt, en sumst að þetta mæta barninu. Ef það er frekt af því að það bara líður illa eða það bara, það er ekki verið að mæta því, þá maður nálgast öðruvísi. Og það er engum gott að stjórna fjölskyldunni þegar maður er unglingur, það er ekki. Já, ef við taka 2 spurningar hérna ein og svo... Já, getur maður ekki lært svolítið af dýraríkinu? Já. Maður er mjög umhyggjusamur upp að þessum tímamótum og svo gerist eitthvað snögglega og það er ekkert elsku mamma eftir það. Og maður sér náttúrulega bæði kettlinga og koppa og önnur ungviði, sko, þau bregðast misjafnlega við. Og sumum gengur þetta alveg þjálfingarvist fyrir sig og hjá öðrum er þetta svolítið flókið. Já. Það er ekki eins og okkur, þetta er bara einstaklingsbundið. Já. Og þetta er einmitt, Bowlby safnaði saman alls konar svona, hann skoðaði Darwin og þróunar, survival of the fittest og allt þetta sko, þetta er innst inn í okkar eðli, þetta er bara, ef að barnið er í eyðimörkinni, það er dáið sko, ef að það fær ekki umönnuna, þetta er dýraeðlið sko, þetta er hræðslan við að deyja, þetta er survival sko. En líka sko, að þeir sem eru með örugg tengsl, að þau læra það smá saman sko að foreldri kemur aftur og þau eiga auðveldara með að fara út í heiminn og skoða heiminn og hlýta að foreldrinu. En þau læri það smá saman að það sé óhætt. Já, nákvæmlega. Þannig að jafnvel þótt maður þú liggi ein á kvöldin og eigi að fara að sofa sko, smá saman læri þetta. Og þetta er alltaf lagi. Og læra að róa sjálfa sig af því að foreldri róar það, sko, hvað lærir það. Já, nákvæmlega. Já, takk fyrir. Mjög góðaldirandi. Mér langar að spyrja þessar mjög þunglyndu mæður sem eru gjarnan mjög sviplitlar og gefa lítið af sér og eru mjög veikar eftir sína fæðingu. Hvort er betra á þeim tímapunkti að taka inn annan aðstandanda eða vinna með móðurina í þessari tengslamyndun með barnið, ef hún sýnir engin svipbrigði og er rosa flöt, sko. Það hefur mér yfirleitt fundist að það sé betra að ná móðurina aðeins betri á að maður fer að vinna með tengslin, svo að sko hún geti það og fá það annan aðalega inn á meðan, en taka móðurina svo inn leið og hægt er, sko.
af því að þetta þunglyndi verður svo rosalega djúpt og það er bara ekki hægt að vinna með tengslin. Það er mjög mikið þunglyndi. Þannig að hjálpa henni og byrja svo að vinna með tengslin. Já, ég ætla að tala við þá og biðja að hækka skjáinn. Þetta er mjög áhugavert efni. Jú, þetta verður með vikulega fyrirlestur. Það hafa allir áhuga svona með börnum. Ég veit það, það er alveg selur.